Ég mig í samstarfi við Vélfag. Ég mig í samstarfi við UMFI. Blessuð, núna erum við nývöknuð hérna á Ion Adventure Hotel og komin í dásamlega lavaspaði. Hvað eru að fara að brolla í dag, Ásthildur? Við ætlum að fara að snorkla í Silfru og ætlum að hitta gæjana á Kús TV. Þetta verður ekkert eðlilega skemmtilegur dagur. Það er rétt. Ok, við erum komin inn á Þingvelli þar sem við erum að fara að snorkla í Silfru og eins og þið sjáu á öllum bílunum þá eru ótal aðilar að hósta þessum ferðum en að sjálfsögðu fyrir við með Tröll Expeditions. Þú veist náttúrulega að það eru nokkrir búin að deyja í Silfru í gegnum manninn. Ó. Já, þannig að ég ætla að segja nokkuð lokaorð. Ást og friður, bara ég elska ykkur öll, takk fyrir að bara vera frábært. Hefur eitthvað við þetta að bæta? Já, ekki bara kýla á þetta. Bara kýla á þetta. Ok, nú erum við pullin upp á Tröll-bílinn að fara að græja þetta. En ekki bara banka upp og bara spyrja hvað er að frétta? Hello, are you guys going snorkeling with Tröll Expeditions? Ekki sál hér. Er þetta ekki hún bara? Oh. Þú spyr. Oh. Hello, what's up? Yeah, we were supposed to come here 1:45 and go on the trip at 1 o'clock, yeah. But okay, so you're gonna be with me and with Anne on the trip. So it's fine. Nice. I know a place that we could go. Oh yeah. Just take my hand. Hvað á ég að gera? Yes? Nei, hvað á ég að gera? Okay, no. No. Just take my hand and I'll walk you to Japan. Going on a trip to swim in Silfrá. Snillingarnir. Hey. It's gonna break. It's okay, I know you're my mistake. We figured out that life is all the same. I'm staring at the sunset in the rain. If you wanna know a place that we could go. Veitu, það stóð aldrei á samt blaðinu góða hvort maður væri syndur eða ekki. Ég náttúrulega kann ekki að synda, sko. Just take my hand and I'll walk you to Japan. We'll go. Just take my hand and I'll walk you to Japan. Ok, við erum núna tilbúin að fara í Silfru að snorkla. Ég að sjálfsögum með bleika og Ásthildur með fjólbláa sitt, þannig getið þið þekkt okkur. Það var mjög erfitt að spýta í gleraugun en við lifum það af og ætlum að hoppa út í. Sjáu sko. Góði nýtt plan. Þetta verður fyrstur í gegnum leiðina vinnur. Annar þáttastjórnandinn mun hætta svo sem vinnur fær að vera áfram. Og Skúli tekur þetta allt upp á GoPro-ið sitt. Just take my hand and I'll walk you to Japan. We'll go.
eru gæðin. Mér er ískalt á fingrunum sko, ég var greinilega að hreyfa það alltaf mikið eða eitthvað. En það var ángríð sturlað útsýnið og allt annað. Maður var bara fljótandi að vippa sér upp og niður sko. Það var alveg geðveikt. Þetta var geggjað! What the frick? Ég bara, maður svona horfir upp og sér fullt af dóti, maður sér svona það sem maður sér venjulega svona yfirborðið, svo bara lítur maður ofan í vatnið og þetta er bara svona einhver annar heimur, þetta er bara fáránlegt sko, geðveikt. Við erum mætt hérna í settið hjá Cozy með Agli og Jakobi. Sælir. Blessaði minni kæri. Takk alveg fyrir að fá okkur inn í settið. Já. Það lukkar virkilega næs. Byrja á því að spyrja ykkur bara hvað það er sem þið eruð að gera og segja ykkur aðeins frá því sem þið hafi verið að gera upp í síðkastið. Okay. Við erum netmiðl sem erum allan til að byrja með að framleiða efni, þá afþreyingarefni fyrir 3 internetmiðla á Íslandi. YouTube, Facebook og Instagram. Já. Og planið er bara að koma inn með nýtt efni, nýjan vinkil á afþreyingu á netinu, á Íslandi. Þetta er náttúrulega eitthvað sem fyrirmyndin er bandarísk. Það eru síður sem eru búin að gera þetta mikið á YouTube og það hefur virkað vel. Allan til að byrja með og það sem við höfum verið að birta núna er þá efni með fólki sem bara Jón og Sigga niðri í bæ koma hérna í stúdíó sem við fáum til okkar og eru þá að taka þátt í þáttunum sem geta verið margvíslegir með einhverjum þemum eins og fyrsti þátturinn okkar var 11 einstaklingar reyna að opna kókosneitu. Ná að opna kókosneituna. Ok, það er þess enga leiðbeiningar. Alrighty. Ég tek hnífinn. Ég hef aldrei opnað kókosneita áður. Sko strákar, þess að þið vitið ekki. Komum bara, tókum bara daginn frá og bókuðum fólk til okkar. Og það kemur stendur hérna fyrir aftan í þessu stúdíói og ég segi við þau að þau eiga að opna kókosneitu sem eru hliðin á þeim og eiga að reyna að gera það eins og vel og þau geta og síðan bara sjá hvað gerist og bjúkum bara til efni úr því sko. En það var mjög skemmtilegt. Síðan getum við líka farið meira handritaða þætti eins og fávita þáttinn sem er byggður á Instagram síðunni Fávitar sem hefur verið að birta samtöl úr fávitum, sem eru eitthvað dónulegir á netinu. Fengum þá leikari til þess að leika þau samtöl og þannig það var líka típa þætti sem á efni sem við getum framleitt sko, erum að framleiða. Fílar þið á stóra? Hvernig finnst þér best að láta þér? Ég svara ekki þessari spurningu. Við erum þá bara með sjónvarpsmiðil, þannig bara færa hann yfir í einhverja þætti sem eru bara birtast á netinu, frítt fyrir alla, nema á móti kemur þá þurfa þau kannski að horfa á einhverja auglýsingu sem eitthvað fyrirtæki borgar, saman hvort það sé bara einhver auglýsing sem rúlar í gegn í myndbandinu, eða þá við vinnum með vöru. Gert það út skemmtilegan hátt. Já, gert það út skemmtilegan hátt. Það er svona aðalmálið, við búið til þátt sem er skemmtilegur, sem þú getur kannski verið bara heima hjá þér og klóstinn og kúka, og horfa í símanum, bara stuttur og þægilegur, það er ekkert að vera flókið. Og veitir fólki kannski bara smá svona frí frá raunveruleikanum. Bara dettur í bara svona smá, hver hefur ekki dottið einhvern tímann á eitthvað myndband sem þú alveg bara dettur í og ert ekkert að pæla inn öðru sko. Þetta er eins og eitthvað svona smá, eins og eitthvað bara mennskur úrgangur, fílingur í sig sko. Þessi mann sem er ekki búinn að drekka vatn í 2 daga og við erum að skella sig í okkur bara. Ég sé svona aðalega svona framleiðslu á myndefninu sjálfu og eftirvinnslu, meðan Jakob er meira í að framleiða
þætti á hugmyndina. Pre-production dæmi, sko. Þannig að hugmyndina þáttunum er mikið svona á mínu borði, þú veist, hvernig við stillum þessu saman, hvernig plottið er, kannski þarf að handrita þetta aðeins, þá er ég svona aðal í því, sko. Finna fólk og ég hef líka verið aðeins meira í að hafa samband við fyrirtæki, varandi sponsor. Hjá mér er ég í rauninni, gaf ég mér þetta sumar í að vinna í þessu og var að verða pabbi sömuleiðis, þannig að maður svona rokkaði það með. Til hamingju með það. 50-50. Ég var í annarri og svo sendi ég fyrirtæki hinni bara. Já. Annars er ég starfandi flugþjótt líka. Ok. Það er þægilegt sem með. Viltu meira? Nei, þetta er fínt. En nú skálum við. Nei, hvað voru að segja? Ég sagðist alltaf að verða lesbía. Það er ekkert starf! Nei, ég ætla að verða það. Við höfum eiginlega lítið annað en bara áhorfin til þess að skoða. Það er fólk á Íslandi ekkert of mikið að, þú veist, kommenta eða eitthvað svoleiðis, skilurðu, ekki eitthvað til okkar. Og við höfum mjög meðvitað líka verið svolítið að fela okkur. Við í rauninni er þetta fyrsta viðtalið sem við tekið við okkur sem einhverjir forsvarsmenn kósí, sko. Og það var planið í byrjun að vera svolítið bara til hliðar og leyfa bara efninu okkar að rúlla. Okkur fannst það vera bara líka ekki það að við höfum eitthvað á móti fólki sem er að keyra andlitið á sjálfur sér í forgrunn á efninu sínu. Heldur er þetta meira að, bara svona tilbreyting, sko. Þú veist, á Instagram og Snapchat eru alltaf að sjá fólk sem er sjálft að taka myndbönd af sjálfum sér og búa til efni sem er bara frábært. Algjörlega. En við viljum koma með eitthvað sem væri ólíkt því. Þannig að það væri frekar fólki sem tekið þátt sem væri aðdráttaraflið og við varum þá frekar bara svona myndirnar á bakvið, sko. Sést þér endur aðeins í því stundum? Já, ég stundum af því ég hef stundum að koma með einhverjar vörur hérna inn á og sést stundum skeggið á mér þarna, þannig að ef einhver þekkir skeggið mitt þarna úti þá áttum að spotta það. Ég mig er í samstarfi við Vélfag. Ég mig er í samstarfi við UMFI. Hvað er í gangi? Þetta lítur bara út úr eitthvað svona skrælnaður svona Apple og lakrísborðið eða eitthvað. Þetta er trébörk. Við veitum það ekki að segja mér eitt annað en þetta er trébörk. Af hverju þetta sé vegan? Ha? Það var stærsta biti í heimi, sko. Þetta er hendina yfir veganvöruna eftir 3, 2, 1, go. Og varst þetta tíman af lög? Veganvaran er á hvítareyndu. Já, hvað er? Markabrún okkar er svona 15 til 35-40 hefur hann verið. En við viljum samt ekki binda okkur við það, sko. Við áttum okkur á því uppalega að ef við ætlum að fara á netið með þessa þætti, að þá yrði markabrún alltaf þessi. Þetta er svona þeir sem eru mest á samfélagsmiðlum. En drauma markabrún okkar er náttúrulega bara allir, sko. Já, við viljum geta búið til efni sem allir geta haft áhuga á. Samt ekki að hver einasti þáttur sé eitthvað sem allir hafa áhuga á. Heldur meira að þarna kemur þáttur sem að allt í einu 60 plus hefur ógeðslega gaman af en yngri ekki og syngjum þáttir sem bara yngri og þú veist þannig við getum rokkað því svolítið, sko. Við viljum ekki binda okkur við þennan eina markhóp, sko. Það sem að algoritminn á Facebook elskar er náttúrulega like og comment, sko. Þannig að við prófuðum í einu þætti að fá fólk til að taka vin sinn. Já. Þykk úrka svona. Þetta var óþarfi þetta lit hann að auka, þú borðar ekkert popp svona. Það er góður. Ég geti þetta ekki, sko. Þetta er ógæslegt. Ég er klálan. Það gekk vel og maður sá það augljóslega að Facebook elskaði það, þannig að boostið okkar fór alveg þvílíkt umfram það sem að Facebook hafi lofað okkur í sjálfu boostinu, sko. Þannig að það svona ýtir undir þá hegðun
að maður vilji fá fólk til þess að læka og svona. Interaction. Þið verða að læka. Ég lærður í kvikmyndatækni frá Stúdíó Sýrlandi. Í Sýrlandi? Stúdíó Sýrlandi. Já. Það á Íslandi. Já. Sýrlandi, það var sagt að vera þarna. Já. Nei, en já, var þar í 2 ár. Það var bara mjög næs. Í Sýrlandi? Á Íslandi. Já, ok. En hins vegar Já, ég lærði fjölmiðlafræði á Háskólanum Akureyri. Ok. Og var bara útskrifast núna í vor. Ok. Þannig að í fjarnámi sem sagt. Já. Þannig ég við erum báðir tengdir þessu eitthvað leyti. Flottar júllur! Classy. Takk. I just want to get straight to the point. Já. Þannig. Við erum náttúrulega mögulega að stekka við okkur, fáum kannski eitthvað fólk með okkur í lið sem getur farið kannski meira út fyrir þetta hérna stúdíó. Þú veist, við erum ekki endilega að binda okkur bara við hennar hvíta bakgrunn, sko. Þannig að við getum farið út og gert meira efni, meira fjölbreytt efni, meira lifandi og svona, sko, eins og margir hafa framleiða. Þú veist, taka viðtöl við hérna unga fólkið og ef það eitthvað málefni sem í deglunni, sko. Taka eitthvað svoleiðis. Við erum heima tipsy. Langar í company. Haha. Langar þau í action? Þú áttu ekki kærustu? Hei. Ok, nei, sorry, ég hef ekki áhuga. Ertu á lausu? Já. Langt síðan þú fyrst að Ertu búinn að drekka? Kiki Fólf? Eru þið með einhverja svona visku sem þið viljið koma framfæri fyrir krakkar sem eru kannski í svipum pælingum, vilja gera eitthvað nýtt eða eitthvað svoleiðis? Eða eitthvað svona sem Bara do it, sko. Já. Já, bara taka skrefið. Það er alltaf klassíska svarið, sko. Já. Gera það bara. En sko ég held að það hafi verið mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa skipulagt þetta. Þú veist, þetta er ekki bara do it, sko. Þetta er klálega do it. Já, en do what, what, sko. En taktu þér tíma og pældu í hvernig, þú veist, hvert er konseptið, hvernig ætlar ef þú ætlar að standa undir sér, hvernig ætlar að gera það og rauninni svona skipulega geta svolítið í döðlur þannig að þú reykjast ekki á vegg á okkur tímapunkti og gefist upp, sko. Það sé vel það sem að fellir fólk er svona eitthvað skipulagsleysi eða það kemur smá skellur og þú bognar bara leið, sko. Já. Það er það sem ég sagði það. Já. Do it bara. Þú byrjar það ég klárað með. Þessi unga kynslóð er minna að horfa á sjónvarp. Það er, eins og þú sagði held ég áðan, að það er, þú veist, ástæðan fyrir við fórum á netmiðluna því að það er það svæði sem unga fólkið er. Sem er klárlega þróunin, en eins og þú segir, þú veist, efnið sem að sjónvarp er að framleiða og rauninni bara stimpillinn sem að sjónvarpsefni hefur, sem er þá gæða efnið þarf að vera gott í sjónvarpi til þess að geta komist í sjónvarp, allan að flestum stöðum, er klárlega til staðar og að einhverju leyti er fólk alltaf að horfa á það, sama hvaða leið fer að því, þú veist, það er kannski ekki að horfa á línulegri dagskrá en það er til núna hlutir eins og tímaflakk sem að fólk fær þá að innbyrða þá þætti sem þau vilja á þeim tíma sem þau vilja. Og síðan eins og við okkur þá erum við, þegar við talum gæði, sko, þú veist, pælingin okkur var að framleiða efni sem er það gæða mikið og framleiðslan það góð og klippingin það góð að þetta gæti faktist verið í sjónvarpi. Já, þið eru svona í raun að fylgja þróunin eins og þetta er ef við getum ímyndað okkur að fyrir kannski 10 árum eða hvað sem hefði verið ef þið hefðu komið þessu á stað þá hefði verið í sjónvarpinu. Líklega hefðu þurft að gera það. Já, Pop-TV eða eitthvað, sko. Já. Það hefði ekki gengið öðru sér, sko, eða svona, 10-15 árum síðan, sko. Ég er með smá vangavelti, hvaðan kemur nafnið eiginlega, Cozy? Það er skemmt, þú varst að okkur gattamótum eða eitthvað? Já, það er þetta skemmtileg bæring. Það var hluti sem við vorum mestu vandræðir með, sko. Við vorum hvað eigum við að heita, við fórum gegnum, ég veit ekki, hvað marga pælingar, þú veist. Það var allt mjög auðvelt í þessu framleiðsluferli. Það var eitthvað sem við vorum næstu í. Það var suð, þaðið, þú veist. Eftir að ekki hljóma þetta allt umulega, sko. En þess að nafnið í rauninni kemur bara út frá því að ég var kvöldið áður, bara einhverjum miðvikudegi fyrir jól eða eitthvað svona, sko. Eftir, já, á
allavega bara mjög svona vetradegi. Þá fór ég með vinum mínum, fórum eitthvað bara hittumst niður í bæ og fengum okkur að drekka og borða. Og síðan svona daginn eftir var ég eitthvað að keyra og ég sagði, þá sagði einhver við mig kvöldið áður, það er svo kósí stemming, eitthvað svona. Og ég var síðan að keyra heim bara daginn, eða keyra eitthvað daginn eftir og ég hugsaði, það var mjög kósí hérna í gær. Og ég sagði, það er alltaf gott í kósí. Og þá datt mér bara, hvað heitir við ekki bara kósí? Þú veist, af því að efni getur verið, þetta er eitthvað sem er kósí að horfa á, þetta er eitthvað sem er bara þægileg stemming, ekki það flókið, þú þarft ekki að ofhugsa hlutina og svona, þannig að í kjölfarið þá var það bara frekar einfalt svona. Takk fyrir þetta allt saman, kósí. Takk fyrir. Ok, við erum komin hérna í Lavatönnel á leiðinni í Raufarhólshelli í Hellafjörð. Ég er ekkert smá spenntur. Ég er heldur ekkert smá spennt. Kýlum á. Það er bara hellidemba í hellinum og hellingur af steinum. Hei Ástildur, varstu búin að sjá græna mosann hérna? Nei. Sko á nákvæmlega þessum stað hérna í þessu gati baðaði Snorri Sturluson sig á Sturlungaöld á hverjum degi. Já, alveg? Nei, ég veit ekkert það sko. En það er svo geggjaðar hellir sko. Já. Þetta er geðvikt. Þetta er svona svo einhverju námu eða eitthvað. Þetta er fáránlegt hérna sko. Mér ángríns liður eins og ég hérna Indiana Jones hérna Lego-leiknum sko. Já, ok. Sko Ástildur, ég held ég hafi aldrei verið búinn að segja þér þetta en allir rauðu steinarnir sem eru hérna sko. Já. Þú manst eftir Örlygsstaðabardaga sem við vorum að berjast í þarna í sýndarveruleikasafninu. Já. Þetta er raunverulega blóðið úr hermönnunum sem börðust þar. Þeir börðust í þessum helli sko og það skvettist bara út allt af veggina og svo er það bara búið að vera hérna síðan. Í alvörinni? Nei, ég er bara að grilla sko. Ertu að grínast? Hei Ástildur, ég er með einn mólaði viðbót. Nei, ég veit að þetta er lígi. Já, ég ætlaði bara að segja að þessi ljósina, þau eru ekki náttúrulega hluti af hellinum sko. Hvað er það fyrir? Ok Ástildur, ég er með gátu fyrir þér. Já. Á hverju síðu maður heitt vatn? Hellu? Nákvæmlega. Nennu það. Ástildur, hvað segir maður þegar einhver búinn að svína fyrir manni í umferðinni? Astni, farðu þér þetta ekki? What the hell? Einn partur af hellaupplifuninni er að slökkva á alveg ljósin. Sem betur fyrir erum við með ljósastörun að Skúla hérna til þess að lýsa okkur upp. Viltu slökkva á þessu Skúli? Ok, sko, þú sér rauða litin hérna upp í loftinu og alls þar í hellinum. Það var einu svona vitur maður sem sagði mér það að þetta væri sami rauður litur á Mars, sko. Þannig að vísindamenn hafa komið hérna og rannsakað þetta til þess að gá hvort þeir geti tengt þetta eitthvað til að finna líf á Mars. Þetta eru lifandi þörungar sem eru hérna í þessu, sko. Ertu djóka? Nei, ég er ekki grinn. Þetta er alvöru, bara sannleikurinn núna. What? Þetta er alveg alveg hella. Æ, hættu þessu. Jæja, við erum komin út. Það var mikið talað helli, en þetta var samt mjög gaman. Samanlega. Algjört dálæti. Þetta var hella.
Þáttur 2A4 búinn. Það aðeins heitara hérna í 360 Hotel heldur en í Silfri. Jep, við vorum í Silfri áðan að synda. Þáttaröð 2 að fara ekkert eðlilega vel með okkur. Nice Hotel, nice svona brall og bara takk hérlega fyrir að horfa og sjáum stress í næsta þætti. Ég mig í samstarfi við Vélfag. Ég mig í samstarfi við UMFI.